Endalókin. Þau eru við næsta horn og það voru við sem kölluðum á þau. Við köstum plastinu okkar út í sjóinn, hyljum jörðina með steypu. Þetta plast. Heimurinn framleiðir rúmlega 400 milljón tonn og grýtir 10 milljónum af því beint í sjóinn. Og þó að Íslendingar eru til fyrirmyndar, endur við ekki einu sinni þriðjung af öllu plastumbúðum. Og ekki láta mig byrja á steypunni. 8% af öllu koltvíoxíðinu sem kemur frá okkur frá steypunni, eða 4 milljarða tonna hvert ár. Og þóttu við byggjum þá og kviknaði í húsnæðismarkanum. Af hverju er ennþá hérna? Einungis til þess að þjást. Bara það væri hægt að, ég veit ekki, koma einhverju hringrása hagkerfi. Kormákur, hlustaðu nú. Sum vandamál opna fyrir nýjar dyr. Þeir skora sem þora. Möguleikarnir eru endalausir. Hægt er að blanda saman endurunnu PET-plasti, sem til dæmis þín venjulega plastvaska, við sand og vatn og búið til plaststeypu sem jafn sterk og þín venjulega steypa. Plasttrefjar eru settar í steypuna til þess að leyfa gufu að komast út úr steypunni, svo hún springi ekki. Í staðinn fyrir að flytja þessar flöskur út þar sem þeim mögulega brennt, getum við komið í veg fyrir 1000 tonn af koldíoxíð fari í andrúmsloftið og í staðinn byggt stúdentaíbúðir og hjálpa til með húsnæðisvandamál Íslands. Þessar byggingar yrðu partur af lausninni. Meira húsnæði, nýta plastið sem annars sent út og oft brennt eða grafið undir jörð og taka steypu úr umferð og stuðla að hringrása hagkerfi. Þannig út að segja mér að þetta virkar og ódýrara.